Jæja, góðir gestir og áhorfendur, þið sem heima setið það sem hefur vakið sannlega hvað mesta athygli í þessum þáttum. Hvað er það? Jú, blessu börnin. Þau hafa verið ekki bara með spakmælin, heldur hafa þau talað mikillir hreinskilni, eitthvað sem að við, kannski sem eldri erum, þurfum að temja okkur. Og þessi einlægni, blíða og hjarta hlýja sem skín frá þeim, þau hafa, nú eru sem fór að segja með einhverja brandara. En hvað er það? Þegar þetta kemur frá börnum, þá er þetta það besta sem við viljum heyra. Beint í æð, börnin gerðu svo vel. Hvað gera foreldrar? Þau elda mat, pabbi elda nú bara slátur. Aha. Já, pabbi hrýtur. Aha. Já. Hvað segir það mamma? Mamma segir mæta. Og hvaða stöðu spilað þú í fótbolta? Ég held að þessu stöð 10. Nógu til að rétta mála steina, lítið fjórða grænu skíði fór, grása litlu broti vikli slæna, í grænu fyrir lítið vaxi snjó. En heldur þú að indjánar, stórir indjánar, þeir borði ís? Indjánaís. Indjánaís? Hvernig er hann? Hún er svona hvítu indjáni. Það var svona stelpa, hún með páfagauk. Hún ætlaði að fara í lest, en hún mátti ekki fara með páfagaukinn í lestina. Og þá stakk hún páfagaukinn ofan í bókina og labbaði inn og þá sagði maður sem satt fyrir hliðina á henni. Og það var nú blíðlegt við þetta, þá sagði páfagaukinn. Það var okkur regning hjá mér þetta. Það er einu sinni konu sem átti hund sem heitir Nýjasta tíska og síðan fór hann í bað og skildi hundinn eftir úti. Síðan hleypti hundinn í burtu og síðan kom hún alveg út og kallaði Nýjasta tíska. Þá hélt allir og síðan næsta morgun þegar hún var í fötum þá voru allir allsbæð því þau héldu að það var Nýjasta tíska við allsbæð. Hvað er þessi hlaupbókar? Það er einhver bóla sem hleypur Nei, það er bóla sem er næstum alls staðar. Nú, sama bóla? Hvað bóla? Það er einn fyndinn, einn læknir, svefnlæknir. Hann tók alltaf gítar með sér, og hann það, og svo söng hann alltaf eitthvað, ekki svefnlögin. Mara blára blá, brotna funga há, undan steinum á. Kann ekki meira. Nei, ekki. Ég er svo ástfangin að hann langar að giftast henni. Já, hvað segir hún það? Hún segir bara, elsku maðurinn minn. Segir hún það? Já. Hver myndur þá vilja vera í hálftíma? Getur breytt þér? Kisa. Eins og voru 3 pönkarar, einn var rauðhærður, einn með gult hár og einn var með grænt hár. Svo kom til þeirra maður og spurði hann rauðhærða, af hverju ertu svona rauðhærður? Þá sagði hann, ég litaði það. Og fór hann til svo gula og spurði hann af hverju hann var svona gulhærður. Af því ég litaði það, sagði hann, og svo fór hann til grænhærða og spurði af hverju ertu svona grænhærður? Ég bara veit það ekki. Og svo var mamma alltaf að taka til í herberginu og vekja mig og krúsa mig á morgnana. Og hvernig gerir hún þá? Hún heldur utan með mig og faðmar mig. Já. Hún er alltaf svo heit þegar hún krúsar mig. Það finnst þér það gott. Hún er bara notaleg. Þau eru einlæg, það er þetta að taka utan um þau og finna hlýjuna frá mömmu og kærustunum og öllum.